Hjá mér kampakátur Guðmundur Viðarsson bóndi í Skálakoti sem var rétt í þessu að taka við Sleipnisbikarnum fyrir hest sinn Skýr frá Skálakoti. Til hamingju með það, Guðmundur. Já, þakka þér fyrir. Hvernig getur lýst því fyrir okkur núna hvað fer í gegnum huga þér? Já, þetta er bara búið að vera vinna í vor og við skorum eins og við sáðum og erum ósköp þakklátir við Jakob og þetta bara, já, gekk vel og fór eins og við sáðum til. Hvernig Skýr frá Skálakoti, hvernig hann til kominn? Var þetta innsýn bara ræktandans? Nei, ég fekk nú Jakob minn, hann var nú með allan tíma því að hann var á þessum tíma með Sólon frá Skáney og ég hreifst af mýktinni og Sóloni og hélt rissunni. Þetta sem vökk frá Skálakoti var hjá honum Jakob líklega 5 vetra þarna þegar ég held henni undir skí og hún kemur fylfull með honum heim vestan úr Steinsholti. Já. Ef þú átt að lýsa því sjálfur, ég veit að þú ert ekki óhlutdrægur, en hvað er það sem afkvæmi Skýrs hafa fram yfir önnur afkvæmi hesta? Hann er alltaf að gera útslag í byggingu og hann á margan hátt er að gera útslag í mýkt og þetta er náttúrulega afskaplega traust hross og hross, við skulum segja hann dett ofan í mörg notendabox. Þú þekkir þau nú vel, hefur ræktað afrekshross og svo ertu líka með hestalegu þannig að þú veist að hestarnir þurfa að virkja. Já, málið er það að ef maður býr til 10 hross þá þarf maður helst að fá notkun á helst 10 hross. Já. Og það þarf að vera notendur af þessum 10 hrossum. Og Skýr finn í það hvort ég er að framleiða hross sem ég stefna á að vinna í landsmót eða bara að hafi vinnu heima. Hvað á að gera í tilmæli dagsins í kvöld? Ég bara fara heim og ekkert sérstakt. Það er ekki einu kjöt á grillið eða neitt? Nei, það getur vel verið að gera það. Já. Með mig til hamingju með frábæran árangur með Sleipnisbikarinn fyrir hestinn Skýr og gangið vel áfram í ræktunum. Þakka þér fyrir.